Sæl, Sigrún Helga heiti ég og í þessu myndbandi ætla ég að fjalla um ályktanir fyrir flokkabreytur í tölfræðifræðigrunni og ég ætla að fjalla um ályktanir um hlutföll fleiri þýða. Við erum búin að sjá hvernig við getum dregið ályktanir um hlutfall í einu þýði eða hvernig við getum borið saman hlutföll í tveimur þýðum. En núna ætlum við að útvíkka þessa tilgátu þannig að við getum borið saman hlutföll hjá fleiri en tveimur þýðum. Þannig getur verið með 2 eða fleiri þýði. Þá er ekki lengur hægt að nota aðferðir sem byggja á normanálgun. Heldur verðum við að nota það sem kallast key-kvadraðpróf, sem byggist á key-kvadraðprófstærðinni sem við sáum í 5. kafla. Aðferðina má líka nota þegar að bera saman hlutföll tveggja þýða, eins og hluturinn hér á undan. Og þá munu þetta key-kvadraðpróf og prófið sem byggir á normanálgun, sem að þið sáuð, alltaf gefa sömu niðurstöðuna. Þannig að þetta key-kvadraðpróf má alltaf framkvæma þegar við erum með 2 eða fleiri þýði og þurfum ekki að hafa áhyggjur ef við erum bara að bera saman hlutfall í 2 þýðum. Hvort próf við notum, þau gefa alltaf sömu niðurstöðuna. Þegar við framkvæmum key-kvadraðpróf, þá reiknum við 3 töflur. Fyrsta taflan er bara taflan með mældri tíðni. Það er að segja hreinlega bara hráu niðurstöðurnar okkar á rannsókninni. Þessi mælda tíðni er yfirleitt táknuð með O, sem er fyrir ensku bara á observed. Næsta tafla sem við reiknum er tafla væntanlegra tíðni. Hún er táknuð með E fyrir enskuna expected. Gildin í þessari væntanlegri tíðni eru fengin með því að margfalda saman svokallaðar samtalstölur úr töflu mældra tíðni. Og þessar samtalstölur úr þeim dálki og línu sem eru stödd í eru margfaldaðar saman og deilda með heildarfjölda og ég sýni ykkur bara dæmi þetta nú rétt á eftir. Þegar við erum búin að reikna töflu væntanlegra tíðni þá þurfum við að horfa á öll gildin í töflunni og hvert og eitt einasta þeirra þarf að vera stærri en 5, annars eru forsendurnar fyrir prófinu brostnar. Þegar við erum búin að reikna þessar 2 töflur, töflu mældra tíðni og töflu væntanlegra tíðni, þá förum við að bera saman gildin í þessum 2 töflum í samsvarandi reit. Tökum mismunun á gildunum, setjum í annað veldið og deilum í gildinu sem er í töflu væntanlegri tíðni. Þessa stærð reiknum við fyrir hvernig við reit og þannig verður til tafla prófstærðar. Og að lokum eru öll gildin í þessari töflu prófstærðar lagð saman til að fá gildin á prófstöflunni, til að fá gildið á prófstærðinni. Og sjá nú dæmi, en við sjáum þannig hérna á næstu glæru, að núna viljum við geta borið saman hlutföll ekki endilega bara í 2 heldur í nokkru þýðum. Þannig að við erum allt í einu komið með nokkur þýði sem við númerum bara 1, 2 og alveg upp í D. Og 0 tilgátan okkar er sú, það sem er hlutlausa ástandið, að þýðishlutföllin séu þau sömu í öllum þessum þýðum. Þýðishlutföllin séu sama í hverju og einasta þýðinu. Gagntilgátan er sú að hlutföllin eru ekki öll jöfn. Það er að segja að þýðishlutfallið getur verið ólíkt í einhverju þessara þýða, bara einhverju þeirra. Þá er prófstærðin fengin með því að reikna þessara töflu prófstærðar og leggja saman öll gildin í henni. Ef að 0 tilgátan er sönn, þá þessi stærð hér, summan úr töflu prófstærðar, þá hún að fylgja key-kvadraðdreifingu þar sem fjöldi frígráða er 1 mínus fjöldi lína sinnum 1 mínus fjöldi dálka, margfalda saman. Við reiknum fjölda lína, drögum 1 frá, við reiknum fjölda dálka, drögum 1 frá, tökum þær 2 tölur og margfaldum saman og það er frígráðufjöldin sem að prófstærðin á að fylgja fyrir key-kvadraðprófið. Og við höfnum 0 tilgátunni alltaf fyrir stór gildi. Við höfnum
Ef að þessi stærð hér er stór, ef hún er stærri en viðmiðunargildið sem við flettum upp í töflu kíkvaradreifingarinnar. Sjáum hérna dæmi að Davíð ætlar að kanna hvort að fólk eigi happatölu og hann framkvæmir könnun annars vegar í Reykjavík, hins vegar í nágrannasveitarfélögum borgarinnar og lokum á landsbyggðinni. Þannig að hann framkvæmir könnun í þessum 3 þýðum og hann fær eftirfarandi niðurstöður. Í Reykjavík var 81 sem átti happatölu en 450 sem átti ekki happatölu. Í nágrannasveitarfélögunum voru 90 sem áttu happatölu en 332 sem áttu ekki happatölu. Í landsbyggðinni voru 108 sem áttu happatölu en 415 sem áttu ekki happatölu. Hann vill prófa núlltilgátuna hvort að hlutfall þeirra sem eiga happatölu sé það sama í þessum 3 þýðum, hvort að hlutfall þeirra sem á happatölu sé það sama í Reykjavík, í nágrannasveitarfélögunum og landsbyggðinni og til þess þarf hann að reikna töflu væntanlegrar tíðni, töflu prófstærðar sem að prófstærðin fyrir þessar niðurstöður. Og nú ætla ég að sjá hvernig þessar 3 töflur eru reiknaðar.